Þetta heimskulegasta samtal sem ég átt í. Nei, þetta gott. Nei, þetta alveg, þetta heimskulegasta samtal sem ég nokkuð tíman átt í. Þú ert í miklu verri stöðu en ég að sjá ekki að það sé ósanngjarnt að Tóti í Danmörku borgi meira en höfuðstólinn sinn og minna í vexti til bankans. Að sjá ekki hversu ósanngjarnt það er bara þrælslut. Það eru lýðræðislegu kjörnu fulltrúarnir sem hafa völdin. Það eru ráðherraráðið og okkar fagráðherrar færu inn og hefði mjög mikið þau mál að segja sem varða það. Það þannig. Og við verðum að treysta grundvallaratriðum eins og lýðræðinu, réttarríkinu, fattarðu mig. Við verðum að treysta því að Evrópusambandið sé stærsta mannréttindabandalag í heimi þar sem að mannhelgi og lýðræði eru virt. Ég trúi því ekki. Snærós, hvernig líður okkur? Bara vel. Það ekki? Jú, mjög vel. Það hvað, 10 dagar. Viltu eitthvað að drekka? Viltu kollab eða? Nei, soda bara. Soda? Já, ég drekki kollab. Gjör svo vel. Drekk bara nokkuð. Þetta ekki auglýsing. En ef þið eru hjá kollab, þá megið hafa samband. Ég alveg til að styrkja ykkur út af því að ég fíla alveg að drekka það. Annars værum við að drekka kalda, sem styrktaraðili. En við tökum hann næst. Já, ég ekki mikið bjórkona, ég skal alveg viðurkenna það. Ekki? Mér finnst rosa gaman að fá mér glas. Já. Gerir kannski pínlítið aðeins mikið af því, nei, ég veit það ekki. En ekki mikið bjór, mér finnst ég vera svolítið svona þung og þoklumæl. Já. Ekki hot look. Nei. Ég meira svona kava, prosecco, rauðvín, rautt og hvít, gin og tónik. Ertu að reyna að kasta mér undir vagnir svo að fjölmiðlunum tjóli í mig út af þennan áfengisöls? Þetta var ekki planað, ég ætlaði ekki að fara að tala við mín. Takk fyrir þetta. Þetta svona vinnið því Evrópuhreyfingin. Að reyna að grafa undan frjálsu lýðræði. Nei, ekkert slíkt, alls ekki. En það var ég ekki nefna nein vörumerki hérna. Nei, taktu mikrofónun örlítið nærður. Hérna, höfum við svona undir þér. Evrópuhreyfingin. Já. Þið eru ekki bara já til að sjá, þið viljið ganga þannig. Já, í Evrópuhreyfingunni fólk sem bara sprenglært í Evrópufræðum, búið að vera í þessu baráttu mjög lengi, telur sér vita ansi vel hvernig þetta dæmi geti litið út. Það hins vegar engum blöðum það að fletta, það þarf að fara í samningaviðræður og það þarf að ná ákveðnum samningsmarkmiðum, en þarna hópur sem bjartsýnn fyrir því að það geti gengið vel. Öfugt við þá sem að segja það ekki þangað að sækja, það engan samning að fá og svo framvegis. Þarna hópur sem að telur sig bara að fenginni reynslu annarra ríkja, vera nokkuð öruggan í því að þann samning sé hægt að fá og hann verið góður og þetta sé glugginn til þess að fá góðan samning. Og hverjar eru undanþáguna sem að þú myndir leggja á borðið? Ég segi alltaf þessa fyrstu stóru undanþágu sem að ég vil gjarnan að við byrjum á, og hún snýst landbúnaðinn og hún snýst frjálsa dýra. Akkur vil ég byrja þar að því ég held að sé svona gott veður að byrja á undanþágu sem ætti að vera algjörlega sjálfsögð fyrir okkur að fá. Þetta bara ein af rauðu línunum í skjali utanríkismálanefndar að hingað verði ekki fluttin lifandi dýr af því við erum eyja út í hafi og við erum með ákveðnar landfræðilegar sjúkdómavarnir sem við viljum öll halda í. Þannig mér finnst þetta bara vera þarna eigum við að byrja. Ég veit að Guðni T. Jóhannsson var í Silfrinu í gær, frábær, og var að tala um að við ættum að byrja á sjávarútveginum. Allt góðu. Hvort haldið sem en þetta svona stóra máli sem að mér finnst vera svona, ef það ekki að ræða þetta, þá ekki að ræða neitt. Okay. Skilurðu? En af hverju þetta ekki bara fengið fyrirfram? Af hverju þurfum við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu til að byrja þessu? Af því að við gerum þetta bara ef við förum í samningaviðræður. Við getum ekkert hringt og sagt, heyrðu, við ætlum ekki að hefði aðildarviðræður, en við vorum að pæla, það virkar ekki þannig. Af hverju ekki? Ef við varum að... Af því að ferli virka bara ekki þannig. Nei, ok, ég skil alveg að... Það bara barnalegt að halda öðru fram, sko. Ég veit alveg að bjúrókratarnir ekki tókilega hrifnir að þig kannski, en aftur á móti að þá væri alveg eðlilegt að segja bara, möguleiki að fá eitthvað svona í gegn? En þá eru bara aðildarviðræður. Þá værum við bara búin að setja saman samningarnefnd landbúnað, búin að setja okkar sérfræðinga í það og mæta af alvöru til Brussel til að ræða akkur þetta. Þá værum við að hefja aðildarviðræður á þess að spyrja þjóðina því. Það væri ekkert sérstaklega vel liðið. Ég á því að það hafi verið gerð mistök þótt þessi sér íslensk leið að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum tímapunkti. Enginn hann þó gert það. Þá ég á því að það hafi verið mistök 2009 að gera það ekki. Af því við erum bara þannig þjóð. Við þurfum bara svolítið að fá að hafa hlutin að segja. Við hefðum alla tíma átt að gera það þá. Af því að sú ríkisstjórn var sannarlega ekki kosin til að fara í einhverja Evrópumál. Hún var kosin til þess að koma burt ríkisstjórn sem var búin að koma okkur inn í hrunið. Hún var kosin að það var vanhæf ríkisstjórn að reyna að taka á hrunmálunum. Það hefur náttúrulega aldrei verið ríkisstjórn sem tala sérstaklega fyrir Evrópusambandinu. Nei, en það ekki hlutverk ríkisstjórn að gera það, skilur. Það það ekki. Það hlutverk ríkisstjórn að halda áfram velferð og halda hlutunum á lofti, skilur mig. Þetta bara eitt af þeim málum sem skipta mjög miklu máli. Og þetta eitt af þeim málum sem mun gera vinnur
allra ríkisstjórna sem á eftir munu koma auðveldari sko. Þú veist, það verður miklu auðveldari að vera formaður Sjálfstæðisflokksins ef við göngum inn í Evrópusambandið. Já, og þú þarft ekki að bera ábyrgð á ákvarðanir sem eru teknar. Nei, ekki bara þess vegna, heldur bara því að þú verður í betra veðri þegar kemur efnahagsmálum. Skilurðu mig? Það verður bara auðveldara að standa við loforðin ef við erum með fyrirsjáanleika. Fattarðu? Þannig að það verður miklu auðveldara að vera pólitíkus á Íslandi. Hvernig heldur að Kristrúnu líði þegar það er verið að tala um sleggjuna? Ég get ekki ímyndað mér annað en hún fór bara sting í magan að hún hélt hún geti breytt ykkur sem hún gat ekki gert end og trey, að þetta er ekki svo létt. Að það er ekki létt, að það hér erum við bara í brotsjó litla íslenska hagkerfið og það kemur bara stríð í Íran, sólmyrkvi, COVID, þú veist, það kemur bara alls konar og við bara ráðum, þú veist, heimurinn hættir ekkert að snúast þó að það komi hérna forsætisráðherra sem vill vel, sko. En finnst þér ekkert skrítið þá að við séum með ríkisstjórn sem að sagði að Evrópusambandið væri ekki á dagskrá en aftur á móti þegar þau var að tala það að laga efnahagsmálin að þá vissu þau greinilega að það var ekki hægt nema að við myndum ganga inn í Evrópusambandið. Ég er ekki sammála þessari túlkun. Ég er algjörlega því að Viðreisn hafi bara verið nokkuð skýr, fattarðu mig. Þau ræddu ekkert Evrópusambandið? Ég er ekki sammála því. Ég íhugaði mjög alvarlega. Hvenær rædduð Evrópusambandið? Ég íhugaði mjög alvarlega að kjósa Viðreisn síðustu kosningum út af Evrópu áherslum þeirra. Ég gerði það ekki, ég var eina af þessum sóaði atkvæði mínu, skilurðu mig? Í hvað? Í sósíalistaflokkin. En já, bara þegar ég vildi þeim vel, skilurðu mig, og ég bara er góð, en en bara, þú veist, svona gerir maður mistöku í lýðræðinu, en ég íhugaði alvarlega að gera það út af Evrópu áherslum Viðreisnar. Fattarðu? Það má ekki gleyma því. Ég hef verið fjölmiðlamaður í 12 ár. Að við fjölmiðlafólk, nú segi ég við þig og vona fjölmiðlanend kom ekki. Ég er ekki fjölmiðl. Nei, akkurat. Við fjölmiðlafólk og þú hlaðarsmaður erum líka með dagskrávalд hér. Þannig að hluta því að ræða ekki Evrópumál er bara það að fjölmiðlar ræði ekki ákveðið mál. Fattarðu mig? Það er erfitt fyrir stjórnmálaflokka að ætla að setja eitthvað á dagskrá ef fjölmiðlar hafi ekki áhuga á málinu. Þannig að það, víst, nei, í alvöru, ég veit það, af því ég hef að horfa allt og stort á okkur, sko. Nei, alls, já, ok, ég er ekki að horfa stort á mig. Heldur þú að við sem ekki fjalla um mál sem að stjórnmálamenn eru að setja á dagskrá? Við erum að elta þá. Nei, ég lít ekki svo. Ha? Ég lít ekki svo. Við algjörlega. Þú horfa aðeins og stort á sjálfa þig. Nei, ég meina, ég hef ekki stýrt allir fjölmiðlum í Íslandi, ég hef stýrt stórum þáttum, fattar við? Og þá er bara það sem að það sem er í þættinum er það sem er til umræðu. Nei, morgunþættinir eru að fá forsætisráðherra til þess að tala um það sem forsætisráðherra lagði á dagskrá á Alþingi. Við erum ekki að segja Já, en þau voru ekki að leggja Viðreisn gat ekki lagt Evrópumálin á dagskráð þegar þau voru ekki ríkisstjórn. Fattarðu? Nei, þau lögðu ekki ef að Kristrún í kosningum var kristalskýrt í mínum huga að Viðreisn væri Evrópuflokkur, ég íhugaði alvarlega kjósa þau, gerði það ekki, sóaði atkvæði mín í staðinn. En sem betur fer, þá er ég ekki flokksbundin einum flokki. Já, nei, ok, og ekki ég heldur. En ef að Kristrún hefði sagt Evrópumálin er á dagskrá, þá hefði það náð athygli fjölmiðla og þeir hefði fjallað um það. Kristrún hefur fært mjög góð og sannfærandi rauk fyrir því að heimurinn hafi breyst síðan hún tók við. Það er talað um Chess After Dark þegar hún sagði að þetta væri ekki góð hugmynd. Nei, ég er að tala um þegar hún var í viðtalinu daginn í Restless Politics, þar sem hún talaði bara skýrt, bara já, ég hélt að heimurinn væri í eina átt. Svo tók ég við og það gerðist alls konar hlutir. Grænland gerðist. Grænland er 290 km fjarlægt frá Íslandi. Þegar maður er upp á Bolafjalli, þar sem ég gifti mig í Bolungarvík, Vestfirðir skipta mig öllu máli og lífið þar. Þegar maður er upp á Bolafjalli, þá sér maður tíbrá Grænlands. Maður sér glampa jökulsins. Það er fjarlægðin frá Grænlandi til Íslands. Það er styttra þangað aldrei en hefur á Austfirði. Skilurðu mig? Þannig að við verðum að taka því alvarlega og hún tekur því greinilega alvarlega og ég er mjög þakklátt fyrir það. Það er fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem það er í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuðum með góðum vinum. Kaldi á einfaldlega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór er í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég er gríðarlega ánægður með það. En hérna, sko, út af því að það sem mér hefur fundist líka í þessu er að jásinnar eru svolítið í svona goalpost shifting. Einn daginn er þetta... Ég veit ekki hvað það þýðir. Nei, það er líka gott að út af því ég hef nefnt þetta áður og fólk veitur ekkert alveg. Goalpost shifting er sem sagt að þú ert með eitthvað markmið og þú ert með einhverjar ákveðnar leiðir að því en það hvaða leiðir þú vilt fara breytast eftir hentisemi.
Stundum þetta Trump, stundum þetta evran, stundum þetta efnahagsmálin og strömlinlega ferla, stundum þetta það að vera með svona í gildunum. Getur verið allt, og svo segja fólk bara já, nei, það allt. Já. Ég skil samt ekki alveg hvernig hægt að fara rauk fyrir því að til dæmis þegar okkur sagt að það er ekki að hræða þjóðina inn í út úr því að segja já í haust, að á sama tíma séum við að hrætt við það að Trump sé að fara að ráðast hennin. Mér finnst það... Þá er að hræða fólk að því að segja já. Akkurat. Ég er búin að tala við svona ég er búin að fara svona 20-30 blaðamannaviðtöl við erlenda blaðamenn síðustu vikur. Allir spyrjum þetta. Og það er ástæða fyrir því að við höfum lítið talað Trump í þessari kosningabaráttu. Af því að það á ekki að hræða þjóðina inn. En ef við bara leggjum öll spilaborðið og veltum fyrir okkur 20-30 blaðamenn sem allir hafa spurt, þið væntanlega eru það þessu núna út af Trump og Grænlandi, er það ekki? Og ég held að, íslenska þjóðin er ekkert mikið að pæli því. Bara, sorry to burst your bubble, skilur. Hvað meinaðu íslenska þjóðin? Ég bara, nei. Og eru þið þá ekki að keyra þessu? Nei, í raun og veru ekki. Akkur ekki? Jú, af því við viljum ekki að þetta sé ykkur óttastjórnun. Nei. Og við höfum líka fengið skilabóð frá Bandaríkjunum að þetta sé alls gett dagskrá öllum þegar Marco Rubio sendir okkur fín skilabóð 17. júní síðastliðinn. Grænland er 290 km fjarlæg. Þú veist, ég alveg tala... Við erum ekki Grænland. Nei, við erum ekki Grænland, en við erum þeirra næstu nágrannar. Og við eigum að taka þessari öryggisógn alvarlega. Við erum í dag ytri landamæri Evrópusambandsins gegn Schengen. Skilurðu mig? Við eigum að taka þessu alvarlega. En það er ástæð fyrir því að þetta hefur ekki verið the top of the agenda í þessari kosningabaráttu. Af því að ég og fleiri, við viljum reka jákvæða, bjartsýna baráttu fyrir hagsmunum Íslands og ekki vera að hræða fólk inn. En þetta er hins vegar staðreynd málsins. Þetta er staðreynd málsins. Og ef við ætlum að láta þess og það skiptir ekki máli, þá erum við bara, við getum ekki sagt þetta reddast þetta mál. Við getum sagt þetta reddast það að kakan í afmælisboðinu hafi síðan þessi miðunni, sko. Já. Enginn tekur eftir þess að kremi yfir, skilur. Við getum ekki sagt þetta. Mér finnst það að vera mjög sniðuð í þessu, sko, út af því að þeir eru svolítið svona eins og ófýsilegur rekkjunautur sem ég er með á djamminu, sem að segja við mig tökum eitt bjór hjá mér, tökum eitt bjór. Ég segi svona, nei, við erum ekki bara heim saman, þú veist, við erum bara... Mikið að lendi þessu? Bara allt og oft. Er það? Nei, ég er búin að vera, ég er núna giftur en þetta er ófýsilegur rekkjunautur sem að segja, tökum eitt bjór og kalda og sjáum hvað gerist og maður er svona, ok, whatever. Það hljómar eins og einhver maður sem er að reyna við en ekki kona samt í þessari sögu. Já, þetta er bara framsækin kona. Okay. Framsóknar kona. Framsækin. Framsóknar. Já, eða framsóknar. Ég með nokkrar í huga, sko. Já, þeir undar eru alveg bilaðir í glasi, þannig að það eru einhver svona hestastelpa sem er að fatast eftir þessu. En hún segir ég á meira, það er verið að loka kalda, förum heim til mín og fáum okkur glasa. Nei, ég er ekki stuði. En svo alltaf verið að taka skref og skref í átt af því að gera hann ófýsilega rekkjunaut að fýsilegri kosti. Og með þetta helvítis já. Það er sniðugasta sem að þið hefði gerst. Hvað meinur þú? Svarið er já eða nei? Já til að sjá, já til að sjá. Og því að það eru ótrúlega margir sem eru sannfærðir það, að þeir séu bara að fara að kíkja í pakkan. Já, en þeir eru að því alveg sem Noregur kaus nei 1974 og 1994. Já. Það er raunverulega þannig. Og ef við höldum að það verði ekki önnur atkvæðagreiðsla eða ef við leyfum áfram Ísland að ljúga því að þetta sé kosningum aðild, þá erum við bara komin til Rússlands eða Kazakstan. Jú, að þá erum við búin að hafna lýðræðinu hér á landi og það gerum við ekki, þetta er prinsip afstaða. Þeir ljúga því að það verði ekki að þessi kosningum aðild, hvað ætlar að gera eftir 2 ár eða 1,5 þar ég stend á mótið með kappræðum og segi þessu luguði og þessu luguði og þessu luguði. Og hver er þetta að trúa því sem ég segi? Hver er strategían? Hvað er planið þeirra? Geta þeir ekki hort 18 mánuði fram í tíman? Og ætla þeir í alveg að mæta mér þegar ég segi til lugu þessu, hverju er hægt að trúa? Jónas Hagan var að viðurkenna það að aðlögun hefst strax í kjölfarið því að alltaf vera að hrefjast. Ég sá þennan klaufaskap. Ég sá hann líka. Jónas að skýta upp á bak. Mér fannst þetta bara klaufalega framsett. Mér fannst það. Og það er allt í lagi. Við erum ekki öll með margar ára reynslu af því að vera ykkur kappræðum. Þú veist, það geta klaufalega augnablik komist. En það er algjörlega ófrávíkjanleg bara staðreynd að síðast innleiddu við engin lög og engar reglur að þetta var skýrt upp af aðildarviðræðna og það munum við heldur ekki gera núna. Af hverju?
að það hefur aldrei land farið í aðildarviðræður við Evrópusambandið sem jafn integrerað nú þegar. Noregur var ekki EES þegar þeir fóru síðast í gegnum þetta, skilurðu mig. EES var bara að verða til. Þú veist, þannig að þeir voru ekki jafn integrerað eins og við erum núna. Við erum rosalega langt komin inn í Evrópusambandið og svo borgum við ekstra fyrir alls konar batteri, Erasmus, Horizon, alls konar dót. Við erum Schengen, ytri landamörk Evrópusambandsins. Þú veist, þetta einstök staða. En ákveður þá að taka skrefið inn, ef við erum með allt jákvæða? Við erum ekki með allt jákvæða. Við erum ekki með það sem við kæmum til viðbótar? Hvað er stöðuleiki? Efnahagslegu stöðuleiki. Það er með evru, ég er að segja bara fara inn í Evrópusambandið. Hver er stöðuleiki? Með evru og líka í ERM, sem er fordýri evrunar. Þar kemur hann inn, þegar við erum bökkuð upp af Evrópska seðlabankanum. Þá fáum við trúveruleika á markaði sem við höfum ekki í dag, skilurðu mig, af því að það vill enginn koma hérna. Það er svo mikil, sko, ég veit ekki hvernig þér liður, Tóti, en mér finnst pínu svekkjandi, ég ætla að kveða fastur á orði, mér finnst glatað að við séum þetta ríkasta þjóð í heimi og ég finni ekki fyrir því að ég sé að fá mikið fyrir skattpeningin minn. Skilurðu? Að ég þarf að borga komugjöld þegar ég fer til læknis. Eru Evrópubúar að finna mikið fyrir því að fá mikið fyrir skatt fyrir Þeir þurfa ekki að borga komugjöld flestum löndum, þurfa ekki að borga komugjöld þegar þeir fer til læknis, til dæmis. Þeir borga ekki fyrir blóðpröfunar. En það er ákvörðun okkar. Já, af því okkur skortir fé. Það er pólitískur vilji. En okkur skortir ekki fé í samhengi við Evrópusambandið. Okkur skortir fé í ríkissjóð af því að við erum að sóa peningum í gjaldeyrisvaraforða og í háa vexti ríkisins. Við erum að borga meira í vexti heldur en Ítalía og Grikkland. Skilurðu mig? Að við fáum vonda díla þegar íslenska ríkið tekur lán. Við erum að borga mikið gjaldeyrisforða, við erum að borga mikið gjaldeyrisvaraforða af því við þurfum þess til að halda krónunni stöðuri. Þetta er sóun í opinbera kerfinu okkar, þetta eru skattpeningarnir mínir og þínir, sem við borgum, við erum hard earned money, sem við gætum verið ég vil, ef við erum ríkasta þjóð í heimi, að okkur líði þannig með opinbera kerfið okkar og bara, þetta er bara velferðarfrekja. Þetta er bara velferðarfrekja. En ákveður borga fólk vexti? Við erum til þess að tryggja þeim lánveitendum okkar að þeir séu definitely að fá peningin sinni tilbaka. Já, það er líka þannig náttúrulega í Evrópu. En þeir eru miklu lægri. En af hverju er eins og núna Egill Almar sem að þú hittir áðan og þegar hann var að fara, erum með hennan vef ríkissjóð. Við enda fórum ekkert inn á hann sem ég pínum pyrraðar yfir. Ég vil ekkert skoða. Nei, ég veit það, ok, allavega. Hann færir rauk fyrir því að við séum að borga upp heilan olíusjóð af pening mitt í vaxtagreiðslu. Akkurat. Þegar maður ferðast um Evrópu og þetta á við Króatíu, þetta á við Portugal og fleiri lönd og ég veit alveg að þú getur sagt, já, ég menna við erum að vera með okkur við Danmörk og ríkara löndin, þarina. Ástæðan fyrir því að við borgum mikið vexti er út af því að í fyrsta lagi þá erum við með heimskulegt vinnumarkaðsmódel sem að myndi náttúrulega að vera afnumið en þá erum við náttúrulega líka múin að segja við stéttarfélögin að þau munu ekki koma til með að semja kaup og kjör. Við getum alveg tekist á minnum. Ég væri til að þú myndir draga línuna á milli. Akkur eru vextir íslenska ríkisins háir út af vinnumarkaðsmódelin okkar? Út af því að þegar að við semjum kaup og kjör að þá til dæmis eins og þegar að Katrín Jakobsdóttir ætlaði í forsetaframboð þá setti hún 80 milljarða króna pakka inn í mjög heimskulega kjarasamninga sem voru samþykktir árið 2023 ef ég er með þetta rétt og komum svo til áleiðis 2024 og upp úr en Þú meinar að vinnumarkas kjarasamningarnir okkar, við erum alltaf að semja meira en kaupa og kjör, þar við erum að semja fasteignamál og eitthvað svona. Þess vegna tekst okkur að keyra ríkissjóð áfram í halla en vandinn er sá líka þegar við erum að tala vexti og fleira hjá ungu fólki og fleira, það er út af því að ungt fólk er miklu líklegri til þess að komast inn á fasteignamarkað. Þegar fólk kemst inn á fasteignamarkað þá hefur það áhrif á framboð og eftirspurn. Eftirspurnarhliðin er töluvert ríkari og þess vegna er fólk líklegri til þess að komast í sitt eigið húsnæði. Út af því að kaupmáttur er meiri heldur en í Evrópu og þar af leiðandi erum við með hærri húsnæðisvexti. Það er ekki bara þess vegna, við líka bara erum ekki að reka leigukerfi hér eins og í Evrópu. Við erum bara ekki með leigumarkað, við erum með séreignarstefnu og ég held við munum halda áfram að vera með séreignarstefnu. Þannig að þú vilt segja við ungt fólk að það er líklegra að vera í leiguhúsnæði? Nei, ég var að segja, ég held við munum halda áfram að vera með séreignarstefnu á Íslandi. En á einhverju leiti þurfum við að velja þar á milli. Því að ef við... Stýrivextir eru stjórntæki til þess að minnka tekjurnar sem við höfum. Fattar mig? Þeir eru til að minnka peningan í kerfinu. Nei, þeir eru til að minnka umsvif og fjármagn í umferð. Já, fjármagn í umferð, peningan í kerfinu. Það er ekki að sama eins og að minnka tekjur fólk. Jú, þeir eru til að minnka það sem við höfum til þess að hita kerfið og mikið upp. Þeir eru til þess að kæla hans kerfið.
Já, skattgreiðslur eru til að minnka umsvif og tekjur fólks, ekki stýrivextir. Stýrivextir draga úr peningum og fjármagni í kerfinu. Í umferð, Já, í umferð, akkurat, til þess að við verjum aðeins minni peningum, ekki satt, það sami hlutur, til þess að við séum ekki með þrýstingi í kerfinu okkar að hækka verðbólgu bara öllu valdi. Nei, það er aðalega til að takmarka lánveitingar. Nei, það er líka til þess að við höfum, ég hef tekið mörg viðtölu við Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra, skilurðu mig, þetta er til þess að minnka þrýstingin á kerfinu. Já. Til þess að kæla, þannig að í COVID, ekki til að minnka tekjur, þetta er mikilvægt atriði. Minnka peningana í kerfinu. Minnka lánsveitingar. Minnka peningana í umferð. Lánsveitingar. Hita þrýstingin á kerfinu. Já, lánsveitingar. Við erum að tala um sama hlut. Okay. Ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi er svona ótrúlega gott er Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara, þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem að ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi. Ótrúleg útsjónasemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta er nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið á málið. Í COVID var fyrirsjá kæling í hagkerfinu, ekki satt. Og það sem gerist þá er að Seðlabankinn lækkar stýrivexti í bara það lægsta sem hafa verið. Ég held að enda í 1,8%. 1,25 með? Þeir fóru undir 2% allavega. Já. Og hluta því var það að við vorum ekki úti í leikhúsum, við vorum ekki út á barnum, við gátum ekki gert alls konar hluti sem við gerum þegar við smyrjum kerfið með peningunum okkar, með ráðstofunartekjunum okkar, ekki satt. Mjög margir lentu bara í hálfgerðri gildru þarna. Þeir bara, vá, stýrivextir eru lágir, ég ætla annarkvort að komast inn á fasteignamarkaðinn þarna sem vissulega jók spennuna, eða ég ætla að endurfjármagna lánið. Fólk sem var komið inn á markaðinn. Það voru ótrúlega margir sem endurfjármagna lánið sitt þarna til þess að komast í betra lán. Og svo bara byrjuðu að stýrivextir að hækka. Af því að 2 árum eftir að COVID hófst, þá ræðist Rússlandinn í Úkraínu og verðbólga fer upp úr öllu valdi allstaðar. Öll önnur Evrópuríki að nánast öll að jafna sér hraðar á verðbólguna heldur en við, skilurðu mig, en enga síður þá fara stýrivextir að hækka aftur og fólk situr eftir með sárt ennið og gríðarlega greiðslubyrði. Og það er aðalega vöxtunum. Ertu að segja með það að fólk sem er með sárt enni er fólk sem komst inn á húsnæðismarkaðan þessu tímabili? Nei, fólki sem endurfjármagnaði. Af hverju? Fólki sem er kastað undir vagninu, fólki sem er ekki búið að komast í sitt eigi húsnæði. Það er fólki sem er út af verðhækkunum á húsnæði. Ekki fólki sem er búið að koma sér inn á markaðin. Líka fólki sem endurfjármagnaði lánin sín og sá svo afborganirnar hækka brjálaðislega. Það sá eftir og eigin fjármagn innan sömu fasteignar búið að hækka 40%. En eitthvað það þurfum við alltaf að búa, ekki satt? Það er ekki punkturinn. Ef að eigin fjármagnin í eigninni er miklu meira, þá getur það endur fjármagnin eins og þú vilt. Ég er með frekar næslán. Það er að segja að ég tóku fyrir 10 árum síðan. Þannig að þau eru ekki í 400.000 kallinum. Fattar það mig? Lánin mín eru undir 300.000 krónur á mánuði. Ég er samt að borga af mínum lánum meir en 100, miklu meir en helming. 2/3, 3/4 bara í vexti. Skilurðu mig? Í eignamyndunum er lítil. Já, íbúðin mín hefur hækkað verð á sama tíma. Hvernig er eignamyndunin lítil? Eignamyndunin er lítil inn á höfuðstól lánsins. En þú veist þetta, Tóti. Ég hef unnið við það að kaupa og selja fasteignir. Já. Hver hefur hækkunin á sömu fasteigninu verið? Engin á síðasta ári. Ekki á síðasta ári? Nei, engin á síðasta ári. Við erum ekki að tala um síðasta ári. Jú, það skiptir máli. Það skiptir máli. Nei. Auðvitað skiptir það máli. Nei, engin á síðasta ári. En lánið hefur hækkað. Þú ert að tala um tímabil COVID. Ég er að tala um hver hefur hækkunin á sömu fasteign? Nei, býtu. Hver hefur hækkunin verið á þessar fasteign frá því COVID? Frá því COVID? Já. Og þú ert að tala um það tímabil. 10 milljónir. Ekki mikið meira. Ok, þá er þetta hvað? 50 milljónir króna eign? Þá 60 milljónir í dag? Svoleiðis? Nei, ég kaupa hana á 50 milljónir 2016. Okay. Hún er svona 105? Nei, hún er svona 85-90 í dag. Já. Það að segja að þú hafi verið orðið fyrir ósangirni á þessu tímabili. Ég er bara eitt dæmi. Já, en ég er að segja, þú ert ekki í þeim hópi sem var fyrir ósangirni
af þeim hópi sem komst inn á fasteignamarkað og þeir sem endurfjármagnaðu og komst inn á húsnæðismarkað voru ekki lagðir í gildru. Þeir sem voru lagðir í gildru fyrst og fremst, þeir upplifðu, mér alveg sama upplifun þessa fólks. Þetta bara della. Mínar afborganir kringum 380. Ég ekki að fara að væla yfir því að ég sé að borga hátt verð út af því að það búið að moka pening inn á mitt húsnæðislán með þeir eigin fjármagni sem ég get á endurselt og keypt mér þá bara aðra íbúð. En einhvers staðar ert að búa? Einhvers staðar er ég að búa. Já. Og fasteignaverðið fór upp á meðan. Þannig að þú ert fastur í þessu lána hringekju, sko. Mér finnst bara svo magna þessi millistétta væl. Ég svo sammála Sólveig Önnu hana. Ég ekki að væla. Nei, ég að segja ert að borga í vexti á mánuði, Tóti. Þú ert í miklu verri stöðu en ég. Já. Af því ég endurfjármagnaði ekki og þakka fyrir það hver minnstegi. Ég alveg sammála. Ég get alveg tekið undir að arðsemiskrafa bankana kannski meiri. Hún eins og ekki meiri heldur en Evrópubönkunum. Bankarnir græða ótrúlega á vaxtamun á Íslandi. Ekki mikið eins og í Evrópu. Ótrúlega á vaxtamun. Bankarnir í Evrópu líka bara stærri bankar einhver liti, skilurðu mig. En þeir græða brjálæðislega á vaxtamun á Íslandi. Þú ert í miklu verri stöðu en ég að sjá ekki að það sé ósanngjarnt að Tóti í Danmörku borgi meirinn á höfuðstólinn sinn og minna í vexti til bankans. Að sjá ekki hversu ósanngjarnt það er bara þrælslund. Tóti í Danmörku myndi ekki hafa efni á íbúð í Kaupmannahöfn. Af hverju segirðu það? Ekki Tóti í Danmörku jafn harðduglegu maður sem búin að, það fullt af fólki sem búið að koma sér inn á fasteignamarkað í Evrópu, sko. Fullt af fólki. Já, en ungt fólk ólíklegri til að eiga sitt eigið húsnæði. Af því að það er minni pressa á þeim. Já, af því að þau geta bara verið í þægilegu leiguhúsnæði, þangað þau fara inn. Þau eru eignast börn seinna. Þetta eru líka bara lýðfræðilegar ástæður, skilurðu mig. Þetta er bara kúltúrlegur munur. En við erum að reka sérkvæmstefnu og við munum halda því áfram. Tóti í Danmörku, ef hann langaði í íbúð, þá hefði hann getað sett hausinn undir sig, 20s, skilurðu mig, á 30-aldrinum, hann væri kominn og hann væri að borga miklu minna fyrir lánu sitt heldur en Tóti á Íslandi og það er ósanngjarnt. Af því að við erum bara sami maður nema sikkur á landi. Það er ósanngjarnt. Það er ekki ósanngjarnt ef ég skrifa undir þann samning. Ég meina, ef ég gengst við þeim skilyrðum, þar sem að kaupmáttur er að aukast, en já, umfram það sem ég er að fá í launahækkanir, sem er náttúrulega gengdarlaust galið, hvað við hækkum laun hérna mikið. Þú ert að selja samt fólki það að ef við göngum inn í Evrópusambandið, að þá fæst þessi stöðuleiki, en þá þurfum við líka að horfast í augu við það, að þá er töluvert ólíklegra að þú komist í þetta í húsnæði út af því eins og þú varst að segja á hann að þá eru við líklega til þess að vera leiguliðar. Ég segi, finnum fyrir því að vera ríkastu þjóð heimi. Finnum fyrir því. Þú finnur fyrir því? Nei. Jú, Snærós. Nei, ég finn ekki fyrir því. Veistu af hverju? Af því þegar ég fyrir læknis, þá borga ég komugjald, svo þarf ég að borga gjald fyrir það að vera blóðprufu, svo er ég send til sérfræðilæknis og þar borga ég fullt af peningum, skilurðu mig, og ég fæ alveg fína þjónustu en það tekur marga mánuði að bíða eftir þessu. Finnum fyrir því. Þegar ég keyri út á land, þá þarf ég að passa mig á holunum í vegunum, skilurðu mig. Finnum fyrir því að vera ríkasta þjóð í heimi. Mér finnst það sanngjarnt. Ég er endar peppa mjög mikið komugjöld fyrir heilbrigðisþjónustu. Út af því ég hef talað við lækna um þetta, að þeir segja við mig að eftir að komugjöldin voru hækku örlítið, að þá var alltaf sama fólkið sem var hætt að koma, sem var alltaf náttúrulega bara að eyða tíma lækna. Út af því að nú gerir ég skýrslu heilbrigðiskerfið og Landspítalann og svona kostnaðar ábætagreiningu að taka upp DRG-kerfið og þá var einmitt þetta einn stór hluti eða mjög drjúgur tími lækna fyrir það að sinna gagnslausum erindum. Það hafa verið gerða margar rannsóknir í Íslandi sem sýna það, sérstaklega kallmenn á þínum aldri veigri sig við að fara til læknis. Það er ekkert sérstaklega gott velferðarkerfi. Það sem fólk veigri sig við að fara til læknis. Nei, ég er að segja, en það er alltaf sama fólkið sem er að koma inn og út. Það er ekki gott. Það er svona þurfa komugjöldin að vera. Í öllum löndum verður það bara partur að þið verið í mannlegu samfélagi. En þetta ekki samlega með komugjöldin þurfa að vera til þess að passa á þetta? Nei, alls ekki. Í staðinn fyrir að fá alltaf sömu brjálæðingana inn og út? Ég er bara ósammála. Aha. Ég er bara í grunninn ósammála. Þarna er ég bara velferðarfrekja. Ég vil bara reka ríki. Það er geggjað orðið. Já, ég vil bara reka ríki þar sem að þessi hluti sem ég finnst vera svona algjör grundvallaratrið, menntun, heilbrigðisþjónusta, skilurðu, umönnun barna, eiga að vera frýr. Það er bara mín bjargvæsta trú og skoðun að ég vil líka vera með sterkan iðnað á Íslandi, sterk fyrirtæki, allt þetta. Ég vil bara finnum fyrir að vera ríkast þjóð heimi. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps er HD. HD er íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum.
Fyrirtækið rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda, farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir í heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða. Sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annar staðar, að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga. Og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. En af hverju vill atvinnulífið, samtök iðnaðarins voru svona alltaf leiklegust til þess að vilja ganga þann inn? Af hverju vilja þau það ekki? Þau telja að iðnaður sé verð borgið innan Evrópusambandsins. Hafa alltaf verið frekar peppuð. Man ekki, hvað sagði Sigurður við mig daginn þegar hann var hérna? Það hafi verið 60% eða eitthvað sem var hlint. Ég þori ekki að fullyrða það, en það var allavega mjög drjúgur hluti. Og núna segja það bara, ég þekki ekki könnun samtaka iðnaðarins, ég þekki könnun samtaka atvinnulífsins, það var mjög lítið þáttaka í þeirri könnun, það var eitthvað fjórðungur eða eitthvað líka. En þeir verðast ekki vera peppaðir. Þar var 60% sem voru ekki peppaðir, þeir hafa verið peppaðir áður. Þetta þveröfug staða við það sem við sjáum í Noregi og sáum í Noregi 94, þá var það svona ef þess að fjármagnselitan og iðnaðurinn sem vildi ganga inn en almenningur ekki, og nú bara þveröfug staða á Íslandi. En heldur að Draghi-skýrslan hafi ekki þannig áhrif þar sem að þeir viðurkenna sjálfir að það verður ganga verr innan Evrópusambandsins heldur en að hefur gengið undanfarin ár? Nei, ég meina Ísland með nákvæmlega sömu vandamál og koma fram í Draghi-skýrslunni og Draghi-skýrslan bara svona innri endurskoðun, skilurðu. Draghi-skýrslan bara góð stjórnsýsla að kanna það hvar eru veikleikar okkar og styrkleikar. Öll stórfyrirtæki ættu og eru að kanna sína stöðu. Erum við að nýta möguleika okkur til fulls? Erum við á réttu mörkuðum? Erum við að sóa fé eitthvað staðar? Ættum við að gera hlutina betur? Ég vinni á illa reknum ríkisstofnunum sem ég vildi óska þess að væru í þessu innra eftirliti og ómeðvirkri skoðun á því hvað maður betur fara. Ég meina Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þegar hún var háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra eða hvað hét, þá var hún á milljón að reyna að bæta samkeppnisstöðu Íslands. En eins og þú nefnir réttilega sjálfur, stór hluta samkeppnisstöðu okkar of há laun. Já. Þú veist. En af hverju, Draghi telur að þeir séu ekki að passa upp á það hann koma eins á sammæli Draghi-skýrslunar og drullaði yfir Evrópusambandið fyrir það að vera ekki að... Skýrslan kemur hvað, 24? Já, sagt 24. Akkurat, nú 26. Stærsti galli Evrópusambandsins að hreyfa sig aðeins og hægt. Fjárlög til 2032 gera ráð fyrir 7% af þeim fjárfestingu sem hann leggur upp með. Í síðustu viku kom frábær fréttin á Viðskiptablaðið það að það veri aukin trú á evrópskum mörkuðum og það veri að dælast fé á evrópskum markaði. Skilurðu mig? Það var að koma inn dælast fé? Já, bókstaflega. Fjárlög núna sem að voru... Nei, það eru bara markaðirnir að hafa trú á þeim stöðuleika sem Evrópusambandið hefur og þeim aðgerðum sem Evrópusambandið farið í varðandi nýsköpun, skilurðu mig. Hluti breytast. Það fegurðin í öllum hlutum. Býtu, hvað og það partur af því. Það bara frétta Viðskiptablaðinu, ég er ekki með síminn minn, en að gefur mér farðu bara á vef Evrópuhreyfingarinnar inn á Facebook og það getur séð þessa skýrslu sem ég deildi. Ok, en út af því að það reitt það, þú veist, og ástæðan fyrir því að ég með efasemdir í grunninn út af því að svona okkar fremstu frumkvöðlar, Hilmar Veigar Pétursson sem að stýrir Fenris Creations sem að var náttúrulega CCP, hann núna að fara að halda erindi á Áfram Ísland. Við veitum ekki hvað hann ætlar að segja það. Nei, ég veit að við veitum ekki hvað hann ætlar að segja. En aftur á móti þá eru frumkvöðlar allavega á Íslandi að bara var okkur við því að ganga þann inn. Af hverju heldur að það sé? Ég bara eins og einn forstjórinn sagði, við viljum vera látin í friði. Hver var þetta, segirðu? Google it. Ég man ekki hvað hann heitir. Ég vil vera látin í friði? Við viljum bara vera látin í friði. Íslenskur frumkvöðl? Íslenskur forstjóri. Ég man ekki hvað, en ef við getum flettið upp, þá er það betra fyrir upptökuna. Já, við fundum þetta. Þetta var Hermann Guðmundsson sem hefur náttúrulega verið mjög ötull baráttumaður fyrir því að við tökum ekki skrefi átt að Evrópusambandinu. Sagði, við viljum bara fá að vera í friði. Já. Og þeir vilja fá að vera í friði frá ákveðnu aðhaldi, en þeir vilja líka bara fá að vera í friði frá samkeppni. Nei, þeir vilja vera í friði frá regluverki.
regluverki sem við erum að innleiða að stórum hluta á Íslandi nú þegar, við innleiðum allar umhverfisreglunar, skilurðu mig, við eigum að innleiða samkeppnisreglunar, en nota bene, það eru 2 mjög mikilvægar EES-tilskipanir sem við erum bara búin að svona grafa í skuffu í ráðundinu, þvert gegn bara því sem við megum og sem snúast það aukin eftirlit, auknar heimildir samkeppniseftirlitsins til eftirlits. Þetta staðan á Íslandi í dag. Þetta hluti sem við gætum ekki gert. Við gætum ekki tekið góðar reglur sem eiga að vernda borgarana í landinu, því það er það sem samkeppniseftirliti gerir, og bara láta þessu ekki til. Skilurðu mig? Þeir vilja ekki samkeppni. Og þeir vilja geta hringt upp í ráðinu til að láta breyta fyrir sér hlutunum. Þeir vilja gera það. Já. Það eru völdin sem þeir eru að verja og það er staðurinn, það er staðan eins og hún er. Hún er þannig á Íslandi í dag. Þeim finnst óþægilegt, þeir eru hrættir við að missa þetta. En ég skal bara sagt þeir mun ekki missa þetta. Verðum áfram lítið land, sko. Núna ásakar einhverju mig að vera með tungun á mér í görninni á auðvaldinu, en ég bara hef ekki trú á þessu. Ég hef ekki trú á því að það sé verið eitthvað að verja einhverja hagsmuni eða eitthvað þannig. Og jafnvel ef svo væri, að þá það jafnvel þannig að eins og Guðmundur Hafsteinsson, sem er einn af okkur fremstu frumkvöðlum, sem var bæði í Silicon Valley, Apple og Google og fleira. Gummi, nákvæmlega. Hann segir einfaldlega, innan Evrópusambandsins, þá regluverki orðið þannig að þú ert með franskan frumkvöðul, að þá mun hann strax fara til Bandaríkjanna út af því að það ekki hægt að vera í sprota... Eða fletti fréttinni sem ég talaði maður frá viðskiptablaðinu peningana. Gerum það. Af því að hlutir breytast. Það er kosturum við Evrópusambandið. Evrópusambandið viðurkennir galla sína og takmörk og reynir að breyta þeim. En það breytir þeim ekki að kostna íbúa sinna. Það leyfir ekki gengdarlega gróða einhverja stórfyrirtækja gegn réttindi borgarana, skilurðu mig. Það er alltaf að reyna að vega þetta salt. Og öll kerfi sem við búum til verða að gera það. Við þurfum alltaf að vera á tánum. Við getum ekki bara sagt, þetta er komið, nú er þetta bara svona. Það er ekki hægt, þannig virkar bara ekki alþjóðastjórnmál, það virkar bara ekki í heimurinn, sko. Það hætti ekkert að snúast. Nei, en ég ætla að fletta þessu upp. Já, gera það. En myndirðu segja að, að Evrópusambandið sé beint á tánum? Náttúrulega vandinn sá að þeir núna til dæmis voru að reyna að koma því gegn framkvæmdastjórnin að þriðjungur af framlögum til landbúnaðar, sem í kringu 36% af heildarfjárlögum Evrópusambandsins, að framkvæmdastjórnin vildi minnka þetta þriðjung til þess að straumlínulaga og frekar og fleira. Það voru 16 aðildafélög sem sögðu bara nei út af þau voru með neitunarvald. Þannig að það sem er vandinn á Evrópusambandsins er regluverkið. Við getum alveg sagt að nei, þetta út af því að það er einhverjir fjársterkir aðilar sem að vilja passa upp á það og komur ekki inn með samkeppni. Ég er alveg til í samkeppnina. Ég er bara peppa það. Það er ekki allir til í hana. Ég er alveg bara til í afnefnum þessa verndartolla og styrkjum þá bara landbúnaðin á móti eða hvernig sem þú vilja takast á við þann veruleika. Hins vegar að þá er regluverk Evrópusambandsins þannig í stanslausri endurskoðun. Já, í stanslausri endurskoðun, en hvernig hefur það gengið? Af hverju eru þeir svona? Ég viðurkenni það alveg að stærsti veikleiki Evrópusambandsins er markmiða bjúrókrasían. Er hægagangur. Það er þannig. Og það er af því að Evrópusambandið er stórt bandalag, en við erum partur af því. Við breytum engu sjálf. Ef ég og þú förum í doktorsnám, þá skulum við byrja á því að skoða það hvað hefur Alþingi Íslendinga gert mikið gott sem ekki hefur komið gegnum EES-reglugerðir eða gegnum þrýsting verkalýðshreyfingarinnar. Fattar mig. Við erum í alveg sömu súpu. En nú ætla ég að lesa þessa frétt fyrir þig. Hvað er það? Milljarðar streyma aftur í evrópsk hlutabréf eftir viðskiptablaðið 10. ágúst 2026, bara fyrir nokkrum dögum síðan. Fjárfestar leita í auknum mæli til Evrópu eftir sterkt uppgjörstímabil og miklar sveiflur í bandarískum tæknibréfum. Hagnaður evrópskra fyrirtækja stefnir í 22% af vöxt. Og ég get haldið áfram að þú vilt. Já, hvað er það? Fjárfestar eru nýfarnir að beina fjármagn til evrópska hlutabréfa eftir sterkt uppgjörstímabil og minkandi áhyggjur af áhrifum stríðsins milli Bandaríkjanna og Írans. Hlutabréfasjóðir sem fjárfesta í Evrópu skiluðu jákvæðu nettóinnflæði í júlí í fyrsta sinni síðan átökin hófust í lok febrúar, að því að segir í umfjöllun Financial Times og svo framvegis og svo veið. Sterk afkoma evrópskra fyrirtækja hefur stutt við þróunina, fyrirtæki í Stocks Europe 600 vísitölunni, þú veist, nú eru bara komin deep, stefna í 22% hagnaðarvöxt á öðrum ársfjórðungi samkvæmt gögnum, faktsett, Þú veist, markaðir breytast, hlutirnir breytast, heimurinn heldur áfram að snúast og við getum ekki verið hrætt við það eða sagt bara, þetta er bara set in stone, svona er þetta bara, Evrópusambandið er bara
staðnað batteri af það Draghi sagði það 2024. Þetta bara innri endurskoðun, þetta bara skjal sem að staðfestir það að hér þarf að taka til hendinni. Að það þarf líka að gera það hjá Íslenska ríkinu. Við erum ekkert eitthvað, við munum líka þurfa að gera það hjá Íslenska ríkinu óháð því hvort við segjum já í ágúst eða göngum í Evrópusambandi seinna. Skilurðu mig? Við þurfum stanslaust að vera á tánum. Fiskur lýðheilsumál og við þurfum að borða meira af honum. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við fiskhúsið.is, heildsala þar sem þú færð allt það sem að hugurinn girnist. Hvort sem þú ert í veitingarekstri, hótelrekstri eða fara að halda viðburð þar sem þú þarft ferskan fisk, þá ferð þú inn á fiskhúsið.is og skoðar alltaf úrval sem að þeir hafa upp á að bjóða. Í breyttum heim, stanslust. Fjárstreymin á hlutabréfamarkaði bara frábært ef þetta er rétt og bara mjög jákvætt að þetta að sé fyrir hendi. Aftur á móti að þá hef ég áhyggjur af þessum litlu sprotum út af því að núna erum við að fara inn í gervigrindabyltinguna sem að Evrópusambandið bara búið að segja pass við. Þeir ætla ekki að taka þátt í því. GDPR bara eitthvað sem að kemur í veg fyrir það að þeir ætla að taka þátt í því. Þeir eru mjög erfitt með að vinda ofan í og hafa jafnvel svona framkvæmdastjórnin svona í double down. Aftur á móti þá var þetta að færa rauk fyrir því að framkvæmdastjórnin muni koma til með að breytast núna þegar að Evrópusambandið þróast meira í svona AFD-lega flokka innan þess. Þannig að sjá til, það eru kosningar á 4-5 ára fresti í öllum Evrópuríkjum. Við vonum besta. Þróunin náttúrulega í þessa á. Við vonum besta. Ég meina þróun getur verið, þú veist, Pólland fór í og úr. Skilurðu, Holland fór í og úr þessari átt. Hverju? Bara þeir átt í átt að, þú veist, ákveðna hægra mennsku, skilurðu mig. Þú veist, kjósa með og svo móti, þú veist, við skulum, aftur, hlutinni breytast stanslust, þeir gera það líka á Íslandi, þú veist, þannig að við getum ekki setið hérna og þóst sjá inn í framtíðina varðandi þróun, pólitíska þróun í álfunni, fattar mig. Trump. Það eru blikur á lofti þess að. Absolutt, ég neita því ekki, en ég meina, í mínu gamla heimalandi, Ungverjalandi, voru góða fréttir vor. Skilurðu mig? Mjög góða fréttir. Magyar Peter harður hærumæður, en hann er ekki autokrati, skilurðu mig. Hann er ekki einræðisherra, þú veist. Hann er ekki, skilurðu, hann er alltaf öðruvísi maður. Hann er svona frálsykjumæður, sem trúir á opnum markaða. En klárum þetta með nýsköpunina og förum svo yfir í þetta. Út af því að ástæðan fyrir því ég hef áhyggjur af þessu regluverki út af því að ég man ekki hvað 14 einhyrningar orðinir til í Bandaríkjunum og einhvað álíka miklu meiri í Kína, en Evrópu það hefur engin orðið til. Einn hjá okkur reyndar sem var Guðmundur Fertram í Keresis sem náttúrulega mjög mikið á móti Evrópusambandinu út af ofangreindum atriðum. Hann fekk góðan styrk. Já, en hann þurfti samt sem áður að fara til Evrópu og segja já, heyrðu, ég er ekki að fara að vera hérna út af því að framþróun í frumkvæðulega starfi er ekki að fara að vera góð. Ég hef mjög miklar áhyggjur af því að ef við förum þannig inn að þá einmitt svona atriði sem eiga sér stað til með sér grósku að þau muni ekki koma til með að leiða til jákvæðara þátta ef við förum inn í regluverkafargan Evrópusambandsins. Við myndum hafa miklu betri stuðning í nýsköpun þar heldur en ein hér núna. Við viljum ekki stuðning, við viljum bara við viljum samfara. Við þurfum umhverfi sem er gott fyrir nýsköpun. Þetta er eitt af því sem að íslensk stjórnvöld hafa svona viðurkennt sem eitthvað sem við þurfum að gera. Fattarðu? Ég nefndi Áslaugu Örnu hérna áðan, en þú veist, þetta er eilífðarverkefni. Við náum aldrei að klára þetta. Það eru líka margir sem tala um það í Bandaríkjunum sé þetta bara gervigreinda búbla sem muni springa, skilur. Aftur eru við, ég og þú, algjörlega ófærum að sjá inn í framtíðina, varðandi þessa hluti. Við erum það, þú veist. En það að segja að taka ákvörðun út frá því að þú getur ekki vita neitt, meikar ekkert sens. Jú, en það sem þú ert að tala um er sko pólitísk þróun innan Evrópusambandsins sem er eftir lýðræðislega ferla í 27 ríkjum, skilurðu mig. Eitthvað sem er mjög mikilvægt. Skiptir mjög miklu máli. Já. En er bara alveg jafn óvíst eins og það hver verður kosin á Alþingi næst. Fattarðu mig? Já, en við getum gert ráð fyrir því að Pírata komst ekki inn. Skilurðu, það er föst breyta sem er mjög augljós. Þar alveg getum við nákvæmlega. Þannig að við eigum að taka ákvarðanir út frá einhverju sem er líklegt. Algjörlega, ég sammála því. Og núna er líklegt að en sem fyrir að þú hrættu við ykkur að hægri flokka í Evrópu? Ég er ekki hrætt, mér út af því að þetta sem heitir hægri flokkar í Evrópu, ég og Egill Almar tölum þetta aðan, að þessi svona íhaldsstefna pluss frjálshyggja hefur einhvern veginn verið hægri og svo það einhvern veginn hreyfanlegt hugtak eftir því hvað ræðir. Akkurat. Ég tel til dæmis að, ég meina, það er mjög
að mínum að þetta ljóst að þetta verði, sko, útlendingaumræðan verði útkljað með einhvers konar ofbeldi í Evrópu og ég er mjög smeykur við að það gerist og við þurfum að vera mjög vel í stakk búin til þess að að takast ekki á við það þannig hér. Ég held að það muni til dæmis eins og í Bretlandi þó að þau séu ekki innan Evrópusambandsins að þá mun það örugglega leiða til einhvers konar ofbeldis. Þú sér svo mikið inn í framtíðina. Ég bara gerir ráð fyrir því. Gerir bara ráð fyrir ýmsu sem maður hefur samt ekkert í hendi með. Nei, en ef maður les til dæmis Erik Hobsbawm Öld öfgana, að þá eru allar svona breytur sem hann til dæmis telur upp í sambandi við það hvenær ofbeldi á sér stað, að þá þær allar fyrir hendi í Evrópusambandinu. En ef ég segja á móti, ég meina að það eru allar breytur sem bendir þess að þriðja heimsstyrjöldin sé bara að bresta á. Hvað segir þú því? Það er bara beðið að fara rauk fyrir því? Já, en ég meina, ég myndi segja bara, þú veist, við sjáum aukna þjóðernishyggju í Evrópu og í Bandaríkjunum, við sjáum að það er stórveldakaplur, það er verið að þrengja viðskiptum, það er viðskiptastríð í gangi, tollastríð í gangi, skilurðu mig, við erum nýkomin úr pláu, skilurðu mig, COVID var pláa, ekki satt, þú veist, það er aukið atvinnuleysi, það er spenna varðandi innflytjendur, það er verið að segja að þessi innflytjendum að kenna eða ekki og svo framvegis og þriðja heimsstyrjöldin hlýtur að berast á. Þú veist, er þetta... Það þyrfti allra hressilega kreppu í ofanálag en þá ertu komin með mjög marga breytur af þessu. Hver er staðan á Íslandi, skilur? Betri heldur en í Evrópu, allavega. Ég meina, við erum með atvinnuleysi sem er að hækka, við erum með, það eru óveðuskjö lofti í íslensku efnahagslífi. Já. Hitler tekur við 33 í kjölfar heimskreppunar. Þannig að ef það kemur heimskreppu ofan þá er ég alveg sammálaður. Þá erum við orðin á mjög hættulegum stað. En hins vegar með þessu... En við erum með eitthvað sem heitir Evrópusambandið. Og það Evrópusamband er friðarbandalag. Það var stofnað til þess að heimsstyrjöldin myndi ekki endurtaka sig. Og við bara getum ekki látið svo það sé ekki ótrúlegur friðartími í álfunni okkar, minn og þinni. Ég og þú höfum aldrei lifað ófriðartíma í Evrópu út af stofnun Evrópusambandsins, kol og stál og allt þetta, skilurðu mig. Allir tótar og allar snærúsir þar á undan þurftu að þola eilífsstríð í mörg 100 ár, fattaru. Þannig að þess vegna er svo mikilvægt ef öll þessu óveðursky er á lofti að við tökum okkur stöðu með friðarbandalaginu sem að ætlar með diplómatískum leiðum, almennilegheitum og bara svona, ég var að segja, almennri skynsemi að reyna að halda frið í heiminum af því þá tapa allir á stríði. Við þurfum að taka upp regluverk Evrópusambandsins út af því annars erum við einhvern veginn ekki með þeim. Við megum ekki verða fyrir utan. Við erum með þeim. Við erum inn í EES. Við erum afgangsstærð. Við gleymumst. Við verðum það líka innan Evrópusambandsins. Norðmenn halda uppi 95% af okkar hagsmunum innan EES og þeir eru, ég er búin að tala við fullt af norðmönnum, ég tala við norska ráðherra en svo bara mitt eina hlutverk er bara að segja OES, bara minna á. Af því það gerist ekki, frábært. Já. En ef við verum innan Evrópusambandsins þá þyrfti ekki að vera bara mun eftir okkur litla Íslandi, skilur við. Alveg 100%. Nei. Heldur þú að þeir munu er Ísland mætt? Þá erum við partur af samtalinu frá byrjun. Það var einn með frábæra, mjög klár atvinnurekandi sem ég hitti fyrir vestan. Og hann sagði, ég er ekki sammálaður allt. Hins vegar þá ætla ég að segja nei í ágúst og ástæðan fyrir því er að ef við myndum ganga þannig inn þá yrði Ísland vestfirðir Evrópusambandsins. Og ég var bara, wow, frábær punktur. Að sjálfsögðu eru þau rosa peppi að fá okkur inn bara, yes, wow, the Icelanders must have their own deal, they are so good. Og svo bara þegar við erum komin þannig inn þá verðum við drullu saman. Við munum halda áfram að vera með hagsmunabaráttu fyrir okkar málum innan Evrópusambandsins. En við þurfum ekki að reka hagsmunabaráttu fyrir öllu. Við þurfum ekki að vera með hagsmunaaðila það kemur á vínrækt, til dæmis. Eða baðströndum. Erum við með hagsmunaaðila í vínræktu? Nei, einmitt ekki. Við þurfum ekki að gleypa allan heiminn, fattarðu mig. Við þurfum ekki að reka ríka hagsmunabaráttu í öllum þeim málum sem snerta alla iðnaði innan Evrópu. Við munum fókusa á þau mál sem skipta okkur máli. Nýsköpun, sjávarútvegur, landbúnaður, skilurðu mig, orkumálin. Þú veist, þarna munum við betur sett í þessum efnum að vera með innriðmarkaði núna? Við verðum betur sett að þegar við erum við borðið að taka ákvarðanir með þjóðum á fyrri stigum. Það skiptir öllu máli. Það gerir það. Mér finnst ekkert í heiminum ósangjarnar en það að við séum alltaf að innleiða einhverja EES-reglur sem við höfum ekkert að segja. Mér finnst það ógeðslega ósangjart. Ég man því að lærði þetta í lagadeild Háskóla Íslands 2012 og var bara, akkur var enginn búinn að segja mér þetta í gegnum allt mitt skólakerfi. Hverju myndist enginn á það? Skilurðu mig? Og þetta er bara
ósanngjarnt. Þetta er bara ósanngjarnt og við eigum að taka þátt í þessu samtali. Við eigum að gera. Ég vil ekki sjá þetta samtala. Ef ég á að hreinskilja við, út af því að ég tel að regluverkið... En þú líka hrættu við framtíð sem þú ert að ímynda þér stanslaust. Þú ert að Ég meina að sjálfsögðu áttu að Þú hrættu við framtíð, þú ert að ímynda þér. Þetta er maður einhver frasi. Nei, að sjálfsögðu tekur ákvarðanir út frá fyrirsíðum stærðum sem að eru í... Það er ekki fyrirsíðar, allt sem þú segir. Nei, ekki allt. Nei. En að sjálfsögðu áttu að vega og meta líkur á ákveðinni þróun þegar þú taka ákvarðanatöku. En þú ert að sjá fyrir þér hluti stanslaust og óttast þá. Þú óttast breytingar. Ég óttast ekki neitt. Nei, ég meina, ég held alveg að Íslandi myndi ganga ágætlega en Evrópusambandsins. En okkur mun bara ganga margfalt betur utan Evrópusambandsins. Af hverju? Út af regluverkafarkani. Við tökum við þessum reglum gerðum í dag. Við verðum að gera það. Að rosalega stóru leyti af því atriði sem skiptir máli varðandi framþróun Íslands. Þá gerum við það. Og í dag, þá tökum við þessum reglum, stóru reglum sem snúast framþróun Íslands og framtíð okkar í gegnum EES. Við komum seint inn í það. Skilur mig? En ef við förum hann inn, þá erum við aldrei að fara út. Ok. Trúðu mér, þá verðum við enn einn Evrópuþjóðin sem bara sátt við veru sína innan Evrópusambandsins. Þá verðum við enn einn Evrópuþjóðin þar sem að meirihluti þjóðarinnar hugsar þetta var okkur til hagsbóta eins og allar hinar Evrópuþjóðirnar. En hvað finnst þið þá að stærsti flokkur í Þýskalandi vill ganga út úr Evrópusambandinu? Hlaðvarp í samstarfi við Bæjarins bestu pilsur, þetta auglýsir sig náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pilsu þá veistu nákvæmlega hvað þið langar í. Þið langar í Bæjarins bestu pilsu og það er því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarp í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl og þess vegna er mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt, lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. Og taka niður evruna. Glatað. En þjóðverður ekki leiðin út úr Evrópusambandinu. Já, ok. Væri betra að við værum inni eða úti ef þeir myndu kjósa að ganga þann út? Bara, það væri miklu betra að við værum inni. Bretar eru að velta fyrir sér að fara aftur inn, skilurðu, af því að það var katastrófa fyrir þá að fara út. Þeir hefðu aldrei átt að gera það. Meira þess að hörðustu neyjarnir viðurkenna Brexit voru mistök. Fullkomin mistök. Af hverju ætti það ekki vera mistök fyrir okkur að vera fyrir utan þessar Bretar? Núna er Nei, það er ekki mistökin. Mistökin voru að fara út. Þeir ætti að vera inni. Og þeir sjá það. En hvað þýðir það fyrir okkur ef okkur mislíkar að vera þann inni? Okkur mun ekki mislíka það. Nei, það er stórt loforð. Okkur mun ekki séð inn í framtíðina. Nei, en eftir 10 ár, vittu til, það 10 ár, þá situm við hérna í stúdíóinu og tölum það að þú hafa það bara fínt en Evrópusambandsins. Ég myndi alveg viðurkenna. Ég lofa þér í. Ef að okkur myndi ganga betur innan Evrópusambandsins og allt sem að þú segir sé rétt og við göngum hann inn, þá skal ég bara fúslega viðurkenna. Ég held hins vegar að skrefi átt að þessu sé glabræði. Út af því að við erum með núna ákvarðanatöku sem er okkar. Ekki alfarið. Og lýðræði myndi minnka ef við förum inn í Evrópusambandið. Ósammála því. Það myndi aukast, við myndum styrkja okkur. Við myndum kjósa sérstakari kosningu okkar örfáu Evrópuþingmenn, til dæmis. Það væri okkar fólk sem að væri í ráðherraráðinu, í leiðtogaráðinu. Það er okkar lýðræðislega kjörnu fulltrúar. Skilurðu mig? Það myndi styrkja okkur lýðræðislega að ganga inn í Evrópusambandið. Mér finnst kerfið núna skítt. Mér finnst þetta glatað. Kerfið í dag, þar sem við tökum við reglugerðum að þess að hafa neitt að segja frumstögum, það bara stríði gegn minni prinsipplegu lýðræðisvitund. En svona Erfst, þú veist að sammála með það að regluverkafarkanir er glatað í dag. Nei, ég er ekki að segja það. Ég er alls ekki að segja það. Það er gott að við leirum þetta. Ég er ekki að segja það. Bara engan veginn er ég að segja það. Ég er að segja að það sem er glatað er að við séum að taka þátt í ykkur fagslýðræði. Skilur, og hér er áfram Ísland að ljúga því að málskotsrétturinn verði tekin á okkur. Er forseti Íslands að beita sig gegn EES-reglugerðum? Getur hann það? Hefur hann neitun allt ekkur þeim? Nei, en málskotsrétturinn er sannarlega ekki tekin af forseta Íslands
í neinum þeim lögum sem að Alþingi Íslendinga myndi halda fram að setja, af því við tökum ekkert íslenskt stjórnkerfi úr sambandi með inngöngu í Evrópusambandi. En framkvæmdastjórnin hefur sagt sjálf, Draghi-skýrslan segir það líka, Enrico Letta-skýrslan segir það líka, María Luís Albuquerque segir það líka, að til þess að rétta úr kútnum, að þá þurfum við minni þjóðir að hafa minna lýðræðislegt vægi. Út af því að Evrópusambandið þarf að geta tekið kvikari ákvarðanir. Double majority sem var innleitt hérna fyrir nokkur mánu síðan, 2000 og eitthvað, það parturinn af þessu, fattar mig. Það til þess að það þurfi ekki alltaf að konsensus öll mál, svo hlutinni gangi upp. En double majority býr líka til ákveði jafnvægi. Það gerir það verkum að þú þarf bæði að vera með ákveði hlutfall, ákveði hlutfall þjóða, og þar eru við bara einn maður eitt atkvæði, skilur mig, eða eitt land, þú veist, eitt atkvæði, og svo það hlutfalli íbúa fjölda. Það svo að litlu ríkin, við Malta og eitthvað, getum ekki bara tíma upp og sett einhver svakara löggjöf á stóru ríkin, skilur mig, en það líka svo stóru ríkin geti ekki í krafti fjölda síns sett eitthvað á okkur án þess að hafa litlu ríkin með. Já, en þú ert að sammála með því að áform Evrópusambandsins að smærri ríki hafi minni áhrif. Nei, ég eftir að sjá það svart og hvítu takk. Ég verði til að sjá það svart og hvítu takk. Af því að það fullt af hlutum sem ræddir í Evrópusambandinu sem engin pólitísku vilji fyrir. Það fullt af hlutum, fullt af hugmyndum sem fleitt á flot. Ursula von der Leyen segir það. Ursula von der Leyen ekki eilíf í Evrópusambandinu, skilurðu mig. Og það fullt af hlutum, hún ekki fullkomin. Hún ekki leiðtogi lífsmíns. Skilur mig, bara enga bara minnst þá. Ok, bara gott að fílar hana. Mér finnst hún svona frekar ókarismatísku leiðtogi. Mér finnst svona Bond-villan. Og nafnið líka. Nafnið hjálpar hann ekki. Skilur mig, nafnið hjálpar hann ekki, þú veist. En mér bara alveg sami Ursula von der Leyen, ef ég segja alveg svo það hefur bara ekkert með framtíð sín mína fyrir Ísland að gera. Hún hefur ekkert með framtíð sín mína fyrir, hún hefur ekkert með framtíðar sín mína fyrir Ísland að gera. Ekki neitt, hún bara embættismaður í Brussel, fattar mig, og hún hefur bara ekki það mikið völd. Það lýðræðislega kjörnu fulltrúarnir sem hafa völdin. Það ráðherraráðið og okkar fagráðherrar færu inn og hefðu mjög mikið þau mál að segja sem varða okkur. Það þannig. Og við verðum að treysta grundvallaratriðum eins og lýðræðinu, réttaríkinu, fattar mig. Við verðum að treysta því að Evrópusambandið sé stærsta mannréttindabandalag í heimi, þar sem að mannhelgi og lýðræði eru virt. Ég trúi því ekki. Nefndu annað. Ég man eftir þessi COVID. Nefndu annað. Nefndu stærra bandalag Ísland. Já, við 390. Nefndu stærra, fattur þú? Það sem stærri Bandaríkin. Þar sem mannhelgi og mannréttindi eru virt. Já, töluvert skárra heldur en manstu eftir mannréttindum Bandaríkjamanna sem eru bara fótum tróðin, Tóti. Í hver? Hvað með specific dæmi? Í heilbrigðisþjónustu. Nei, mannréttindi. Já, það mannréttindi. Það sem að ríkið ekki af áhrif. Það mannréttindi. Fóstureyðingar. Það mannréttindi. Já, ég get alveg tekið undir það. Akkurat. Það mannréttindi að fá stjórna sínum lífi og sínum líkama. Réttindi hinsegin fólks mannréttindi. Þau það. Já. Þau það. Mannréttindi, já. Hvar eru þau fótum tróðin? Þau fótum tróðin í mörgum ríkjum Bandaríkjanna. Hvar? Texas, Arizona, í mörgum ríkjum. Hvað gerist? Það mörg ríki Bandaríkjanna sem viðurkenna ekki rétt transfólks. Það mörg ríki Bandaríkjanna sem viðurkenna ekki rétt transfólks til heilbrigðisþjónustu. Í Bandaríkjunum núna var fullt af fólki. Við ætlum ekki að eyða tímanum við tala Bandaríkjanna þegar við tala Evrópusambandið. En það var fullt af fólki þegar Trump tók við sem gat ekki endurnýja vegabréfin sín nema að setja það kyn sem þau fæddust með í vegabréfið. Skilur, það verið að hefta ferðafrelsi transfólks í Bandaríkjunum í stórum stíl með þessu hætti. Þú getur ekkit farið yfir, ef þú varir transmaður lítandi svona út, þá getur þú ekkit gengið með vegabréf sem væri skráð sem kona. Hvernig ætlar þú að fara til útlanda með það? Skilurðu mig? Þetta Bandaríkin. Já, en þetta þröngt að mér stand í sambandi við tjáningafrelsi og fleira sem Evrópusambandið stærsta svæði í heiminum, svo ég höldum áfram í sambandi við Bandaríkin, sem dauðarefsingar eru ekki heimilegar. Dauðarefsingar eru heimilegar í mörgum ríkjum Bandaríkjanna. Það ekki mannréttindi. Það ekki mannhelgi eða virðing fyrir fólki
að heimila það pólitísk dauðarefsingar. eftirspurn eftir því. Já, en er það virðing fyrir lífi og líkama þegna Bandaríkjanna? Nei, það er mín afstæða líka. Ég tel að dauðarefsingar séu ekki fýsilegar. Nákvæmlega. Og svo mætti lengi áfram telja. Við vitum alveg hvernig heilbrigðiskerfið þú ert að borga gríðarlega fjárhæðir. Það er ekki mannréttindi að fá ókeypis heilbrigðisþjónustu. Nei, það eru mannréttindi að fá lágmarks heilbrigðisþjónustu. Og ef þú ert ekki sjúkratryggður, að sjálfsögðu, annars deyrðu. Það er ekki mannréttindi samt. Hvernig myndi þið líða? Ef botnlanginn springur? Já, nei, ég er sammálaður. Og þú kemur upp á slysó og það er sagt bara, sorry, þú ert ekki sjúkratryggður af því að þú ert einyrki að reyka hlaðvarp og þú bara hafir ekki efna því. Það var bara eitthvað sem ákast bara, ég ætla ekki að sensinn, ég ætla ekki að vera með sjúkratryggingar af því ég bara er í viðkvæmum rekstri og ég vil bara frekar hafa pening bara inn á heimilið. Og það er svo bara, sorry, þú ert ekki, skilju. Og þú væri bara sárkvalinn. Þetta er ekki mannhelgi og að sjálfsögðu er mannréttindi og fengið þjónustu. Já, ok. Þarna greinir okkur bara grundvallar prinsipum. Nei, ég verð að fá að rökstyðja út af því að sko ástæðan fyrir því út af því að það er ekkert sem að skapar minna framboð eins og að kalla eitthvað mannréttindi. Til dæmis þegar við köllum húsnæði mannréttindi, ævintýralega heimskulegt út af því að það er ekkert sem að minnkar framboð húsnæði sem mikið að kalla mannréttindi út af það eru bara ákveðni hópar sem að koma inn og vilja gerast einhverju milliaðili inn í það að skapa það. Hvað er húsnæði þá? Húsnæði er nauðsynjavara sem að er búin til það er partur af barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að börn eiga rétt á heimili, sko. Ég verð að fá að klára hana. Húsnæði verða til út af hverju? Af hverju verða til húsnæði? Af því að við erum dýrategund sem þarf að búa undir þaki, af hverju verður það til? Hvað er það sem að veldur því að þú sér flöt og þannig verður húsnæði seinna máli? Af því að við höfum prímal þörf sem mannfólk til þess að búa einhvers staðar. Og þetta er viðurkennt prímalþörfin var okkar þörfin okkar til að búa einhvers staðar undir þaki. Af hverju verður húsnæði til? Ég veit ekki hvað þetta fara, en ég get ekki svarað spurningu. Þetta er svo heimskuleg. Nei. Jú, hún er svo heimskuleg. Þetta er svo heimskulegt samtal. Nei, þetta er gott, sko. Húsnæði verður til út af því að einhver hefur hagsmuni af því að skapa það. Nei, húsnæði verður til að það hefur einhver hagsmuni af því að búi því. Líka, já. Aðalega. Nei. Jú. Já, það er kannski grunnforsendan. Það er grunnforsendan að við þurfum eftir að búa. Býða til. Nei, af því við þurfum af því það er þörf eftir því. Af því við þurfum að búa einhvers staðar. Þetta er akkurat öfugt. En þörfin er ekki það sem að býr til húsnæði. Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er viðurkennt réttur barna til heimilis. Snærós. Það er ástæðu fyrir því af því það eru mannréttindi að búa einhvers staðar. Ég og þú, ef Ísland hefði ekki húsnæði, þetta er heimskulasta samtal sem ég átt í. Nei, þetta er gott. Nei, þetta er alveg, þetta er heimskulasta samtal sem ég nokkuð tíman átt í. Þetta voru forskriði. Já, bara höfum það á hreinu, það er ég sem er að segja það, sko. Já. Þannig að það snýra þér, kæri Þórarinn. Ekki stress. En húsnæði verður til út af því að húsnæðismeistari hefur hagsmuni af því að búa til. Nei. Ha? Hver annar ætti að búa til? Fólk byggði sín eigin húsnæði löngu áður en að það varða eitthvað svona kapitalískum markaðs af því að maðurinn hefur þörf til þess að búa eitthvað staðar, til þess að hafa þak yfir höfuðið, til þess að hafa skjól fyrir veður og vindum og til þess að hafa sitt pláss. Þekking hans er þá við erum ekki meiri hjartir en það að við viljum ekki búa í helli með 100 öðrum, við viljum okkar privacy. Það er partur af okkur sem dýrategund og hefur ekkert með húsnæðismeistara ríkisins að gera, skilur mig? Nei, ég meina ef að húsnæði verður til út af því að manneskjan sem ætlar að búi því kann að búa til, þá er það bara frábært. Aftur á móti og þannig var það lengst af hitt systemið, þar sem við byggjum borgir, þar sem að aðrir sjáum að byggja fyrir okkur. Það er nýrra kerfi heldur en það sem var áður. Það er styttri hluti af mannkynssögunni. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú þarft til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögi núna í haust, eða þá einfallega að vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig að þú þurfir ekki að vera að huga þig þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin. Þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega ef að þeir eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. Það sem við getum, að við byggum til eitthvað sem til peningar, borgað einhverjum fyrir að uppfylla þessa frumþörf okkar.
Þetta er ekki alveg rétt hjá því að skilvirknin ég hitti dásanlega listakonum daginn því ég er líka í menningabransanum sem kann ekki að búa til húsnæði hún þarf einhvern annan til að búa það til fyrir sig hún að verða nýræð, hún eldklár algjörnegla og hún sagði við mig og ég er ekki að segja þessi sammálunni við slum hafa það algjörlega á hreinu þannig að þú mátt ekki klippa þetta þannig að ég sé að segja þetta hún sagði kallmenn mistu tilgangsinn þegar þeir hættu að byggja fjölskyldinu sínu hús ég er sammála því akkurat, er það að þú ætlaðir að hringja eitthvað til sem skilur mig hún sagði bara, það er frumeðli kallmanna eftir, ég er ekki sammálanni ég er ekki búin að hugsa þetta til þaula en þetta var hennar skoðun sem nýræð kona með mjög góð tengsl við almættið hún er það, mjög góð tengsl við almættið kallmenn mistu tilgangsinn þegar þeir hættu að byggja hús utanum sig og sitt fólk þannig að rökin að hús verði til af því að einhver veiti það er alveg öfugt Nei, það er ekki rétt hús verði til að einhver þarf það skilvirkni marka verða aðalega bundin við það að ég hef hagsmuni af því að skapa einhverja þjónustu og einhver hefur hagsmuni af því að byggja húsnæði þá í staðinn fyrir mig það að við sem varum allir að búa til okkar eigi húsnæði myndi valda ótrúlegri óskilvirkni inn á markaðinn fyrsta lagi myndi þá húsnæði vera verð gert og í öðru lagi verðum við að eyða tíma okkar í það að læra að búa til húsnæði í miklu meiri máta. En húsnæði þarf einhvern sem að þarf að búa það til. Þannig erum við komin bara í iðnvæðinguna og bara þegar við förum úr fjúdalisma yfir kapitalisma, þegar við áttum okkur á stærðarhagkvæmni, þegar við áttum okkur á því að við þurfum öll að hafa ólíkt hlutverk í heiminum til þess að samfélagið gangi upp. Sumar þarfir eru gerviþarfir. Þessi drykkir hérna við hliðina eru gerviþarfir. En húsnæði er ekki gerviþörf sem er bara búin til að markaðnum. Nei, en nú þegar þú sagðir að heilbrigðisþjónusta væri, okkur erum við þá ekki bara öll að læra að vera læknar? Og þegar þá getum við að sömu rökum væri við þá... Að fleiri læknar geta... Nákvæmlega? Nei, Þórinn. Af því við erum átt okkur því að læknar geta læknað fleira fólk heldur en þarf. Nákvæmlega? Og aðrir geta búið til fleiri húsnæði í staðan fyrir allir læra að búið til húsnæði. Við erum ekki að deila það að það sé stærðarhagkvæmni í því að byggja hús. Við erum ekki að deila það að markaðurinn sé í dag með húsnæði. Við erum ekki að deila það að fasteignir eru vörur sem ganga kaupum og sölum. Við erum ekki að deila það. Ef þú heldur þessum að deila það, þá er það villigötum. En við erum að deila það hvað eru mannréttindi. Og ég segi fullum fetum að bæði heilbrigðisþjónusta og húsnæði eru mannréttindi og sem betur fer þá eru helstu mannréttindastofnanir heims sammála mér. Hanna kemur sósíalistinn í þér sko. Það er ekkert leyndarmál að ég er vinstrisinni kona. Já, ég veit það. Það er ekkert leyndarmál að ég trúi á það að ákveðnir hlutir eigi að vera fríir. Húsnæði er ekki eitt af því. Fattaru mig. Af því stór hluta markaðnum okkar og okkar kerfi byggir á því en ég vil gjarnan að við njótum góðsæð og notabene, það er ekki frí heilbrigðisþjónusta að geta gengið inn og borga ekki komugjald. Ég er búin að borga fyrir því með skattpenningunum mínum, skilurðu mig, og ég borga þá skatta með glöfu geði af því ég vil fá góða þjónustu. Þess vegna svíður mig sem hef ánægju að borga skattana mína, skilurðu mig, á einhverjum máti, það er það sem svíður mig mjög að líða að vera stanslaust sagt að þessi búi í ríkastalandi heimi en líða þess að ég fá ekki nóg fyrir skattpenningana mína. Já. Það er sóun og drullu pirrandi. Ég er sammálaður þar. Akkurat. Þjónustan er ekki nægilega góð. Nei. En það er einmitt sko, svo við snúum okkur aftur á Evrópusambandinu. Það er það sem að fer pínu alltaf við töðunar á mér er að þetta er svo mikið stjórnleitis batteri. Þetta er svo mikið að segja mér nákvæmlega hvernig ég haga mér, á hvaða máta ég megi tala, hvernig ég megi reka minn rekstur. Evrópusambandið hefur ekkert með að segja það hvað þú mátt tala. Já. Nei, ekki neitt. Ég man alveg eftir því með COVID sko. Það eru allt aðri hlutir sem að hafa það að gera og það er bara svolítið diskursin í þjóðfélaginu, skiljur, allar þessar, þú veist, bara breytingar sem við orðum með samfélagsmiðlum svo framvegis, það er miklu meira að hamla því sem þú mátt segja heldur en nokkuð tíman Evrópusambandið, Evrópusambandið er ekki þetta reglugerður það hvað þú Þórunn Hjartarson mátt segja í podcasturinn þínu sko. Og þeir átt að fara að skoða það með því að kíkja inn í prívat samtöl. Og Þjóðverjar standa hart gegn chat control 2. Af því að Þjóðverjar eru, þrátt fyrir allt, svona, land sem að elskar ákveðna tegunda frelsi og svo framvegis. Þar eru blikur á lofti varandi tjáningafrelsi. Sérstaklega það kemur að Ísrael og Gaza, ekki satt. Þeir eru ekki fullkomnir.
það er enginn að segja það, en þeir elska friðhelgi einkalífsins og þeir elska friðhelgi á internetinu. Evrópusambandið hefur sett persónuverndarlöggjöf sem verndar okkur öll, hefur sett alls konar friðhelgisreglur, skiljum mig, sem að komi veg fyrir að tæknifyrirtæki geti bara valtað yfir okkur. Ég vil ekki að mína persónulega upplýsingar, þær myndir sem ég senda manni minn ef hann er eitthvað fjarri séu opinberar. Ég hef engan áhuga á því og að þú ekki heldur, skiljum mig. Að þína myndir séu Nei, að þínar myndir sem þú sendir á þína konu, ég vonum fá myndir að þér, skiljum mig, eða eitthvað sæt skilaboð að leiðinni heim. Já, menn það, ég held að vera að tala um einhverjum svona kræfar myndir. Nei, bara, þú veist, okkar engasamtöl. Þau við engan áhuga á því. Og ég treysti því að Þjóðverjar standi hart áfram gegn því sem stærsta þjóð Evrópu. Ég treysti því, að ég treysti kerfinu. Skilurðu mig? Ég bara held að Þjóðverjar... Og mér finnst þessi þróun, það vantraust sem að búa til, stanslaust, gagnvart þeim kerfum sem við búið til, bara grefur undan lýðræðinu. Það grefur undan mannréttindum og það grefur undan líðan okkar í samfélaginu. Þannig ég sammála. Þetta er eitthvað sem að mér mislíka líka og ég held reyndar að traust er svolítið ofnotað í þessu samhengi út af því að það er alltaf verið að segja við mig nei, þú ert að treysta þessu og þú treysta þessu. Og ég segi alltaf, ég er alveg sammálaður að vantraust til stofnana og fleiri aðila er ekki frábært. Hins vegar að þá finnst mér svona skilyrðislaust vald sem að einmitt Evrópusambandi hefur verið að auka á undanförnum árum í samhengi við fullt af þáttum. Það er það sem er fyrir töðan á mér, að ég eigi að treysta en að þú ætlar alltaf að taka til meira völd. Ég er alveg til að treysta, en ég er ekki til að treysta að óþörfu. Ég hitti danska blaðamann á hann og við vorum að tala um þetta og hann sagði ég hitti neyjarinn í gær og þau voru að tala um fullveldið. Ég sagði já. Hann gaf, hvað segir þú því? Ég sagði hvernig líður þér í þínu fullveldi, kæri Dani? Very comfortable, sagði hann. Bara mér líður mjög vel. Ég bara nákvæmlega, þetta Danir eru fullvalda þjóð. Þeim líður eins og þessu fullvalda þjóð, þeir eru fullvalda þjóð. Hann sagði en við erum stanslaust í samtalenu það hvort að Evrópusambandið sé að taka meira til sín og við erum stanslaust að ræða þetta. Frábært. Þannig eigið að gera þetta. Þið eru lýðræðislegt batteri þar sem við erum stanslaust að tánum gagnvart í kerfi sem þau eru partur af. Þannig eigum við að vera áfram. Ég vona að þú munir halda áfram að veita Evrópusambandinu aðhald þegar við göngum þar inn. Skilurðu mig? Ef við göngum þar inn. Þú veist, það er gott. Það er lýðræði. Íslenska meðvirknin að geta aldrei rætt neitt og geta aldrei haft neitt hlutin að segja og geta ekki einu svona rekið ráðherrun okkar þegar skýtur på bak. Það er ekkert tilstæðlega gott lýðræðislegt kerfi. Skilurðu mig? Að sjálfsögum halda áfram að vera á tánum og þeir hagsmunir eru bara, ég og þú deilum þeim hagsmunum að vilja ekki að skilaboð okkar til maka okkar eða einhverja annra fari og verður ekki sér að gera opinber. Eða, þú veist, eða þessi mannska sem hittar barnum sem verður að draga það heim, skilurðu mig? Ófýsilegi rekkinauturinn, skilurðu? Það er ekki geggjuð samlíking, þú ert ósammálan en... Já, ég pínu móka, þú nota sömu samlíkingu tvisar því ég veit þú talaði líka með þetta við Ernu Bjarnadóttur. Ég mun nota þrisvar. Já, ok. Ég sá þetta með Ernu frænku minni og hugsaði, hvað er hann að gera? Erna er grandur kona Snæfellsnesi, hún veit ekkert um það. Henni fannst það djöfull gott. Já, hún sagði nú bara, þú veist, þetta er bara ekki með veruleiki, sko. Nei, ekki lengur. Ekki lengur, nákvæmlega. Það var örugglega gaman að sveitaböllum á Snæfellsnesi hjá frænku minni, skilurðu mig, þegar það var, en þú veist, ef ekki bara setja einhverjar myndlingar lofti sem eitthvað sens. Já, ég var bara að segja að hún er svo grandur að ég ætla ekki að fara að fylla í þessar eyður með þér, sko. Nei. Þannig að Snærós, þetta var hörku gott, ég er að truflaði aðeins svo mikið. En þú ert líka svo vanur útvarpsmaður, þú kannt að halda orðinu. Heldur betur. Þannig að þetta var spennandi hjá okkur. Takk aðeinslega fyrir að koma, þangað til næst. Þetta er 10 ár og þá sjáum við hvort okkur líður betur en að Evrópusambandsins segja ekki. Okkur mér líður betur. Eða vel utan þess. Okkur mér líður betur innan þess og við munum áframhalda Evrópusambandinu á tánum. Já. Áframhalda veita aðhald. Við verðum að gera það. Hvað finnst þér þetta einn bara rétt í lokin? Já. Hvað finnst þér Þorgerði tilur að staðanar breytist eitthvað? Hvað finnst mér hana? Nei, þú veist, að staða viðreisna breytist eitthvað ef við förum ekki inn. Sko, ef við segjum nei í ágúst. Við getum ekki látið þjóðaratkvæðagreiðslur hvaða nafni sem heita snúast líf ríkisstjórna. Af því að lýðræðislega getum við þá ekki farið í þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég er lýðræðissinni, ég vil fyrir með miklu fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur. Fattar það mig? Það er bara í prinsipinu getum við ekki leyft að gerast að þjóðaratkvæðagreiðslur séu automatik spurningum líf ríkisstjórna. Sama hvað ríkisstjórna er. Þú veist, þannig ég ætla að segja það. En það er alveg rétt að samfélkingi lenti í ákveðinni krísu sína Evrópumál
þegar að það rann út í sandin síðast og þau endurnýjuðu sig. Viðreisn mun að sjálfsögðu geta gert það. Þorgerður klókur stjórnmálamaður með mikla reynslu undir beltinu, opaslega klár kona og ef að það kemur nei, þá mun bara Viðreisn endurnýja sig og ég verður ekki partur af því að ég er ekki, þetta er ekki mitt mál. Nei. Ég bara kýs einhverja lélega flokka og sóa atkvæði mínu einhverja lúsera sko. Þú veist, en ég ætla að kjósa já í ágúst og við ætlum að vinna það. Já, setja atkvæðið þetta þá lúsera. Nei, ég er að stríða þér. Það verður ekki þannig sko. Ég er að djóka þér, herðu. Takk aðeins fyrir að koma og þá getur næst.